Nú ætlum við að kíkja á dæmi 2, 4 og 6 í verkefni 9, 5. Kostum 3 krónum og slembibreytan er fjöldi þorska. Lýsið líkindadreifingunni. Smá einsláttarvilla hjá mér. Það sem við eigum að gera er að búa til töflu og myndrit sem að sýnir niðurstöðunar. Og þegar við kostum 3 krónum þá eru nokkrir möguleikar í boði. Og það er að komi 1 þorskur upp, það komi 2 þorskar upp, 3 þorskar og þá þurfum við að pæla hvað þurfum við að fá út upp til þess að komi engin þorskur. Og það er bara ein samsetning sem er skjaldarmerki, skjaldarmerki, skjaldarmerki. Og líkurnar á skjaldarmerki er hálfur, sinnum hálfur, sinnum hálfur. Þetta er 1/8. Þannig að P af x, sem er bara probability af x, líkurnar á x gerist, er 1/8. Síðan höldum við áfram. Hvaða samsetningar gefa okkur... Nei, ég gleymi einum hérna. 1 þorskur er þorskur skjaldarmerki, skjaldarmerki eða skjaldarmerki þorskur skjaldarmerki eða skjaldarmerki skjaldarmerki þorskur. Og það er sem sagt að því að þetta er hálfur sinnum hálfur sinnum hálfur í raun sinnum 3 af því að það er plús og plús. Þetta er sem sagt, hér er hálfur sinnum hálfur sinnum hálfur, þetta er hálfur sinnum hálfur sinnum hálfur og hálfur sinnum hálfur sinnum hálfur. Þannig að við erum með 1/8 pluss 1/8 pluss 1/8 sem er í raun sinnum 3. Og út úr þessu fáum við 3/8 og þetta er sem sagt 1 sem ég er að reikna þarna. 2 skjaldarmerki er í raun nákvæmlega eins. Því að 2 þorskar segi ég. Því að hér er ég búinn að reikna 2 skjaldarmerki og það hljóta að vera sömu líkur á að fá 2 þorska. Og 3 þorskar er bara þorskur, þorskur, þorskur og það er eins og í fyrsta 1/8. Síðan erum við að tekna graf. Ég ætla nú ekki að eyða miklu púður í það en það borgar sig að nota rúðurnar 0, 1, 2, 3. Þetta er sem sagt P af x, fjöldi þorska. Þetta er sem sagt hálfur, 1 er þá hér ykkur staðar. Þetta er þá 1/4. 1/8 er helmingurinn af því. 3/8 er ykkur staðar hér og hér. Og við sjáum að þetta dreifist nokkuð jafnt. Við ætlum að snúa þessu lukkuhjóli tvisvar og við eigum að finna úrtaksrúmið, köllum slembibreytuna x. Slembibreyta er í raun hvaða möguleikar er í stöðunni og úrtaksrúmið er í raun hvaða möguleikar að hérna er í raun hvaða möguleikar eru í boði. Við ætlum að snúa tvisvar, við getum fengið 0 og 0. Við líka fengið 0 og 1 og 0 og 2. En við getum líka fengið 1 og 0, 1 og 1, 1 og 2, 2 og 0, 2 og 1 og 2 og 2. Þetta er úrtaksrúmið, það sem er mögulega getur komið út. Og hvaða gildi getur x tekið? X getur, þetta er bara mengi. Við getum fengið, þú þurfum bara að skoða möguleikana. Hérna er summa 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Þetta er svo frá 0 og upp í 4. 0, 1,
2, 3, 4. C-liðurinn er líkindadreifingin. Hver eru líkurnar á að fá? Og þá þurfum við að skoða. Þetta er C-liður. X og P af X. Og ég get fengið 0, 1, 2, 3 og 4. Og hérna þarf ég að finna hverjar eru líkurnar á, og þannig er allt í lagi að skoða. Til dæmis líkurnar á að fá 0 er 0 og 0. Ég get bara fengið 0 með því að fá 0 og 0. 0 er 1/3, þannig að þetta er 1/3 sinnum 1/3 sem er 1/9. 1 er möguleiki, sjáðu, 0 og 1 eða 1 og 0. 0 og 1 er 1/3 sinnum 1/3 er 1/9 og hérna líka, þannig að þetta eru 2/9 af því að það eru 2 möguleikar á að fá þetta. En það er ekki möguleikarnir hjá mér 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Að fá 2 er hægt hér, hér, hér og hér. Þannig að það eru 3/9 sem er þetta stýtna niður í 1/3. 3 er hægt að fá hér og hér. Það eru 2/9. Og 4 er bara einu sinni og það er 1/9. Og ef ég legg þetta allt saman þá ég sjálfsögðu að fá út 1 heilan. Vænti gildi X er þegar ég tek þetta og margfalda 0 sinnum 1/9, 1 sinnum 2/9, 2 sinnum 3/9, 3 sinnum 2/9 og 4 sinnum 1/9. Þarna er ég bara að reikna svona ákveði gildi. Ég fæ 0 út úr þessu, ég fæ 2/9 út úr þessu, ég fæ 6/9 út úr þessu, 6/9 og 4/9. Og ég vil leggja þetta saman, 6 + 4 eru 10 + 6 eru 16, 2, 18/9. Ég fæ 2 út. Það var að síðasta. Hjón ætla að eignast að hámarki 3 börn. Þau ætla að hætta eftir 2 börn ef þau eru með strák og stelpu. Skiptir engum máli hvort er á undan. Slembibreytan er fjöldi stúlkna. Það er semst líkurnar það sem við erum að reikna út. Úrtaksrúmið er annarkvort er oft og piltur, piltur, piltur. Fengi enga stelpu. En þau ætla að hætta eftir 3. Piltur, piltur, stelpa. Piltur, stelpa. Bæði kyn þá hætta þau. Stelpa, piltur. Bæði kyn þá hætta þau. Eða stelpa, stelpa, stelpa. Því að þau ætla ekki að hætta fyrir en eftir 3 nema að vera komin með bæði kyn. Þetta eru möguleikarnir. Líkindadreifing X er þá bara að reikna fjölda stúlkna því það er slembibreytan, það er það sem ég ætla að reikna. Og þetta er allt frá 0 stelpum upp í 3. Og nú þarf ég bara að reikna hverjar eru líkurnar á að fá 0 stúlkur. Jú, þá þarf ég að fá strák í öll skiptin, það er hálfur sinnum hálfur sinnum hálfur, hálfur er 3. Það gefur mér 1/8. Að fá eina stelpu er líkurnar er strákur, piltur, piltur, stúlka eða piltur, stúlka eða stúlka, piltur. Það eru þessir möguleikar. Því að það eru einu möguleikarnir í úrtaksrúminu sem að gefa mér akkurat eina stelpu. Og í líkindareikningi þá er að fá eitthvað í röð eins og hérna piltur, piltur, stúlka, það er margföldun, þannig að þetta er hálfur sinnum hálfur sinnum hálfur pluss því eða þetta er í raun piltur, piltur, stúlka eða piltur, stúlka eða
stúlka, piltur. Og eða í líkindareikningi er plús. Þannig að við erum með í raun 1/8 plús 1/4 plús 1/4. Þetta er í raun 2/8 plús 2/8, þannig að þetta eru 5/8 er það ekki. Þetta er í raun svona. Svo það sé skýrt hvað ég er að gera. 2 stúlkur og nákvæmlega 2 stúlkur. Það er í raun, má sjá. Já, ég glemdi að skrá hérna áðan stúlka, stúlka, piltur. Það er bara einn möguleiki sem gefur mig það og það er nákvæmlega stúlka, stúlka, piltur. Þá er það sama áðan. Það er hálfur sinnum hálfur sinnum hálfur. Og 3 stúlkur, það er það sama. Það er bara einn möguleiki sem gefur það. Stúlka, stúlka, stúlka. Hálfur sinnum hálfur sinnum hálfur. Líkur á að minnstakosti einni stúlku. Þarna þurfum við að skoða möguleikana. Og svona dæmi finnst mér alltaf auðveldast að skoða. Hverjar eru líkurnar á því að fá ekki stúlku? Því í öllum þessum dæmum er stúlka nema í einu. Þetta hér er eina í úrtaksrúminu þar sem er engin stúlka. Og hverjar eru líkurnar á að fá pilt, pilt, pilt? Jú, það er 1/8. Og þetta er þá 1 mínus 1/8 eða 7/8. Það er, við getum alltaf tekið líkurnar frá, sem sagt 1 er líkurnar á að allt gerist. Þannig að ef það er eitthvað sem er á uppfyllir ekki skilyrðin, þá er restin það að hitt skilyrði sé uppfyllt í þessu tilfelli að minnstakosti 1 stúlka, því að líkurnar á að fá enga stúlku er 1/8. Að minnstakosti þýðir nefnilega að það er mega fyrir 1, 2 eða 3. Það voru svo lokið.